Gleði í mótlæti og þá datt mér í hug að við myndum í upphafi lesa einn af Davíðssálmunum, en þeir hafa að geyma sterkar tilfinningar og bæði sorgina, angistina, örvæntinguna, en líka gleðina, lofgjörðina og fögnuðinn. Og í Salmi 100 sem við skulum hafa svona sem upphafsorð og inngang að þessu kvöldi. Öll veröldin fagni fyrir drottni, þjóni drottni með gleði, komið fyrir auglít hans með fagnaðarsöng, játið að drottin er Guð, hann hefur skapað oss og hans erum vér, líður hans og gæsluhjörð, gangið inn hlið hans með þakkargjörð, í forgarað hans með lofsöng, lofið hann, tignið nafn hans, því að drottin er góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Skulum biðja saman. Kæri Guð, hafsjóri tilfinninga, gleði og kvíði fylgja komun í dags. Vaktu yfir mér í erli dagsins, bæði meðbyr og mótbyr. Textinn sem við ætlum að fást við í framhaldi af sæluboðunum er síðasti hlutin af sæluboðunum í vers 10 til 12. Við ætlum að lesa þau fyrir okkur. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér, þá eru menn smánægður, ofsækja og ljúga á þér öllu illu mínu vegna. Gleðjist og fagnið, því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Það er kannski þessi orð sem við ætlum að dvelja mest við. Gleðjist og fagnið, því að laun yðar eru mikil á himnum. En þessi texti, hann hefur líka þessa merkilegu samsetningu að Jesús er að tala þarna ofsóknir, hann er að tala að menni ljúga á lærisveinana og hann líkir þeim við spámennina og örlög marga spámannana. Þannig að þetta er merkileg samsetning að vera með þess að hvernig gleðjist og fagnið þó að móti blási, þó að þið séu lífshættu, þó að það fari fyrir ykkur eins og spámanna sem margir voru teknir af lífi. Svo að það er þessi mikla spenna í raun og veru í þessum loka orðum Jesú og þar að auki að þá eru tíundabóðunin, hún er svona sælir eru þeir sem ofsóttir eru, en svo snýr Jesú sér eins og að lærisveinunum og segir við að sælir eru þér, þá eru menn ofsækjaður og svo framvegis. Svo það er eins og hann beini þessum orðum sérstaklega að lærisveinahópnum. Það sem ég ætla að gera í kvöld, að það er að mér langar til þess að setja þennan texta dálítið í samhengi Guðspjallsins í heild, vegna þess að það gefur okkur svona ákveðna sýn á þessi orð Jesú. Og það sem verður svona megin viðfangsefnið mitt er eftirfylgdin, það að fylgja Jesú, vera lærisveinn hans. Og það er megin þema alls Guðspjallsins. Og við sjáum það í raun og veru strax í sæluboðunum hvernig Jesús leggur upp með þessa hugsun, að það sé aðalatriði að fylgja honum. Og svo ætlum við að skoða þá gleði trúarinnar og hvernig gleðin varir við í mótlæti. Og við ætlum að taka nokkur dæmi menn sem voru ofsóttir og liðu jafnvel píslavætti þegar þeir voru að vinna að framgangi trúarinnar og orð þeirra. En fyrst þetta nokkur orð eftirfylgdina. Fjallræðan
ein af 5 ræðum í Jesú í Mattheusarguðspjalli og þær eru settar svona inn á milli frásagna af kraftaverkum og öðrum orðum Jesú og hafa öll ákveðin, hver ræða hefur sitt þema, sitt viðfangsefni og ég held að sé ekki ástæðulausu að það sé þessar 5 ræður vegna þess að þemun eða viðfangsefni þess að vera lærisveinn Jesú, eða þættirnir eru 5 og Grundtvig hann gerði alveg dæmalausa uppgötvun á sínum tíma, guðfræðingurinn og sálmaskáldið. Hann uppgötvaði að postuli trúarjátningu hún ætti uppruna sinn frá postulunum og hélt þessu mjög stíft fram á. En ein helsta uppgötvun mín sem guðfræðings einmitt þetta, þessi 5 þættir í því að fylgja Jesú. Og mér langar til þess að taka þetta alltaf stund í að varpa ljós á þetta, vegna þess að það sýnir okkur líka að setur eiginlega þennan texta sem ég var að lesa og er svona inngangurinn hjá okkur í kvöld í svo sterkt og kröftugt samhengi. Fyrsta ræðan sem sagt fjallræðan, það Mattheus 5-7 og þar Jesús að fjalla tilbeiðslu lærisveinanna. Kalla leiturgía, gríska orðið yfir það og eins og við höfum fjallað á þessum kvöldum þá verið að tala bænina til dæmis og það sterkur þáttur í fjallræðunni. Oft vilja menn leggja aðra áherslu þarna að boðorðin koma þarna fram líka en ef við skoðum fjallræðuna þá sjáum við að svona bænin mjög gegnumgangandi. En það þetta þannig að þessi 5 þættir að þeir koma inn í hvað annað og vissulega hægt að segja það að allir þættirnir koma fram í fjallræðunni. En við skulum reyna að átta okkur hvað þættir þetta eru. Fyrsti þátturinn þó tilbeiðsla. Svo kemur næsta ræða og það í 10. kaflinn í Mattheusarguðspjalli og það útsendingaræðan þar sem Jesús sendi lærisveinana til þess að boða Guðs ríki og lækna og flytja þennan boðskap og hann undirbýr þá að sumstaðar verður tekið vel á móti en sumstaðar verður hafnað og býr þá undir það og það hljómar dálítið í þeirri ræðu svipað í þessum orðum sem við erum að íhuga að það verður ekki erfiðleikalaust og það sem sagt vitnisburður lærisveinanna og orðið vitnisburður á grísku martyrja. Það að vitna og við þekkjum það úr skandinavískum málum að það tala martyr að það sem píslavottur líka. Við höfum það orð. Þannig að þarna höfum við eiginlega 2 þætti, annars vegar þetta að snúa sér til Guðs í tilbeiðslu og hins vegar að vera sendur til að þjóna heiminum eða vera til gagns í heiminum, flytja boðskapinn og það sem þessi vitnisburður sem lærisveinarnir eru sendir að flytja. Og 3. ræðan, það ræða Jesú dæmisögurnar Guðs ríki og það Mattheus 13 og þar höfum við þessa dæmisögur sem allir þekkja þegar Sámóra fór út að sá og það dæmisögur hvernig Guðs orð virkar og eflist og snýr að boðun orðsins og kallað kerygma á grískunni og þessar dæmisögurnar eru í raun og veru mjög einkennandi fyrir prédikun Jesú líka og hugtakið Guðs ríki. Svo það 4. ræðan og það Mattheus 18 og það þegar lærisveinarnir spyrja þar að ræða það sín á millum hver nú mestur og það nú svona eins og gengur og gerist í mannlegu samfélagi og líka innan kirkju hver nú mestur í kirkjunni, það nú spurning sem